Góðan daginn, ég ætla að taka fyrir hérna Ulfstad Variation í ítalska leiknum sem hefst með B5. Þetta er svona variantur sem velust margir þekkja. Ég man eftir Jósi Bjössa teflutanóksunum með svörtu. Nú Biskup F1 er talin bestur. Við skulum aðeins kíkja á aðra leiki. D-triple C6, H-triple C4 og svartur er komin biskupar og hvítur þarf aðeins útskýrina rittar á G5. Segjum dróning E2, hótar C4, dróning D5, stuttrókun, biskup D6. Svartur er með hans virka stöðu sko. Þetta er nú hans gott að svart. B3 er annar leikur. Gæti það svona. Hrókering, biskup B5, C3, eða maður ekki leika biskup B2 út af C5. En þetta er engin stað á hvítan sko. Svartur með þessi gott spil fyrir peð. C4 peð er mjög veikt og biskupinn á C1 er ekki að gera jack í augnablikinu. Þannig að við skulum baka. D-triple C6 er ekki neitt sérstætt sko. Hrókering, hvað það segja, hrókur 1, biskup B6, þetta er D7 hérna. En þá á svartur klassist stef hérna og vinnur. Kongur G3, dróning G5 vinnur. Rittarinn á alltaf skák hérna á E3 í næsta leik. Og hvítur er bara svo langt á eftir í liðskipan. Biskupinn á C1 og rittarinn á B1 slappir. Biskup dreipur rittar C3 anleikur. Það má bara dreipa G2. Það blir þetta svona. Já, svartur er ekki minn einn vandræði. Rittarinn getur frá D4 heldur með sér. Og þetta er aldrei verið á svartan. Þetta er ekki svona kritikal en það er bara ágætt að vita það. Dreipa C6 er ekki gott. Nú dreipa B5, þá þarf með drottningu. Þetta er einhver lína sem er með hrókering á biskup B7 upprópunarmerki, hóttum át á G2, F3, E4. Þetta er mjög svona kvast. Hrókur 1 til dæmis. Þá kemur biskup 1-7. Stuttrókun. Já, hvítur er svolítið veikur aðna í borðinu. Dróning B5 skemmtilegu leikur. Já, hvítur er bara hótum hérna á B2. Hótum á G5 líka. Sem sagt hvítur er máten í borði á einum. Síðan eftir að dreifum á B2 þá getur við dreifum næst með P og C2 og þetta svona rúlar allt saman. Skulum baka eins. Rittar F3 bara eiginlega segir sér sjálft að þetta getur ekki verið gott á hvítan. G5 er upprópunarmerki. Og hótum alltaf G4 til dæmis í mörgum stöðum og B og G2 mjög veikt og svo er að fara að hrókera langt.
biskup 1 og 2 hefur verið leikið. Þá getur hvítur leikið rittari D4, svartur fyrir rittari D4 til dæmis og maður getur stöðu. Þannig að biskup F1 hefur verið talið best. Nú, í nokkuð vissum ég sá Björs að tefla þá leika hann rittari D4. Skulum kíkja aðeins á það. Rittari D4. Það er Björsaleikurinn C3. Nú rittari D5. Þetta var svona þrætu bókardæmi hérna back in the days. Kongur D8. Þá er stuttrókum best. Og þetta er bara ekki nógu gott á svartan því miður. Sorry Bjössi. Segir okkur B8. Þannig K3 hóta máti á D7. D4 og hvíti stendur tölvörs betur sko. Segjum biskup S7. Teflir svona einhvern megin. Já, það er rittari D2. Það er einhver skák. Og já, svartur er bara ekki með nægilega góða stöðu sko. Já, svartur er enda með eitthvað spil í þessu en spurning hvað hvítur ekki getur telt þetta eitthvað betur. Það er alveg D5 áhugaleikur. Má ekki drepa svona. Þetta er ekki talið nógu gott á svartan sko. Nú E3 D4 annar leikur, D3 og hvít stendur betur. Þannig að menn voru eiginlega hættir að tefla þetta á svart. En Espenenko, ungstyrnin frá Rússlandi, hann teldi daginn hann rittari D5 sem er eitthvað svona ný hugmynd. Það er spurning hvort að þetta afbrigði sé að fyrir endurnýjun lífdaga. Svo kíkja á þetta. Nú biskup B5. Annar leikur dróning F3. Það var dróning D7 upprápunarmerki. Það má ekki drepa G5. Það er bara ekki nógu gott eftir þetta. Nú dróning D7 það valdar á F7 og undirbýr biskup B7 og langar hókun í mörgum tilvikum. Biskup B5. Hvítur er peð yfir. Biskup B7 og svartur er með bætur fyrir peð að mínu viti. Það er löngur hókun hugsanlega. Það er einhvern tíumbóndi. Það er líka að leika H6 fyrst og síðan langrókina. Og svartur fæði mjög virka stöðu. Biskup B5. Biskup B7. Þetta er svona svipa. D4, það heldist. Skoðum kíkja á aðra möguleika. D3. Myndi tefla svona einhvern megin. Þannig H5, hvíturinn hefur verið virkur. Þetta er B4, smá krókur á móti bragði. Já, þessi staða nú kannski svona dálítið óljós, það er spurning að hangir á G2. Það hvítu verið ekki að leika þetta A3 hérna. Það valda á C2. Spurning hvað er að gerast í þessu.
dróning D5 eitthvað sem ég líst ágætlega á. En þetta eitthvað sem má skoða nánar. Það ýmsir möguleikar í þessu. Ég myndi halda að við þyrftum að fara að leika dróningun og langkrókir á. Sýnst það. Svo þarf þetta aðtuga með þennan leik hvort að hann virki. Það geti alveg vel verið að hann virki bara. Þá hótu við ýmsu, það þetta langkrókir næst, eða hóta biskup B5. Það bara drepa á C2 og tefla skákina. Þetta mjög athyglisverð staða. Hugmyndi hjá mig var að langkrókir þá hótu við mát á D-num. Ég sé ekki alveg hvernig svarta getur komið við fyrir þetta til dæmis. Þetta stórhættulegt. Skulum baka. Rittar F3 í annan leikur stuttrókun, hrókering. Nú biskup upp C6 virkar dálítið svona græðgislegt á mig. Hvítur búinn að vanrækja svolítið liðskipan. D4 var í slæmileikur, kemur biskup B5 og já, hvíti kóngurinn í line of fire og svartur með næga bætu fyrir gall eins og Við hótum með þetta að drepa hérna á E5 og líka svo rittar D3 skák. Skulum baka eins. Nú hrókering, rittar D4, prinsipalleikur. Segjum biskup C4, þá kemur rittar B6. Sjáum hvað svartur er rosalega virkur hérna á skálínum biskupinn og dróning H4 auðvitað að koma. Það bara skákum átrá. Biskup B5 C4, það hvítur ekki tími svona leiki drepið. Dróning G4 F5 fórnum við á öðru piði. C5 kongur A8, þetta C3, biskup D6. Já, hér hótu við þetta dróning H4 eða einhverju svoleiðis. Það allavega mjög hættulegt. Eins getur við hóta að drepa H2, dróning H4 skák, kongur G1, biskup drepa G2, sýnist mér. Nú tvöföld biskupa fórn, hrókar F6. Biskup G5, hrókur G6, C7 og hérna hóttum við bara H6 ef við hefum leik og við erum aðeins skemmtilega svona stöðu. Sér ekki alveg hvað hvíti getur gert í þessu. Þetta svona ágætis variant fyrir þá sem finnst gaman að vera með frumkvæði Skulum baka. Hrókering var slæmileikur. Það bara drefið. Dróning F3, það dróning D7, svipað og skoða á hann. Það blir svona að vera vald á C2. Lungrókum. Og svartur með fína bætu fyrir peðið. Við erum að fara að leika bara F5 og mikla svo. Svo gætu við hugsanlega, það er svo margir möguleikar, það var þetta hugsanlega að leika bara rittar B6 líka.
við viljum fá biskupar en F5 hlýtur að vera á döfun næst. Bakka eins. D4 er einhver variantur en nei, það gengur ekki. Skulum baka. Já, D4 hér, hvítur valda rittarinn á G5 og opna fyrir biskupin sem er svona logical eða logist. Nú, drottning dreipur D4 er ekki gott, skák, löngrókun, stuttrókun er D4, svona normal play, eins og maður segir. Róku D7 valdar F7. Svartur stendur betur. Biskup E3 annleikur hérna, snöggrókun, rittar F4 og svartur stendur vel. Stuttrókun, það virkar nú eðlilega leikur. Biskup 1-7. Nú er það hótuð á G5. Hvað var að segja? Hrókur 1-1. Stuttrókun. Hrókur B8. Trepið. Rittar er DP4 og það er smá vesen þarna á C2 líka. Nú er þetta svona biskupar, betri liðskipan. Það fer á B3 og kemur okkur E8. C3. Já, alltaf okkur E8 og vinnum B2 peðið tilbaka. Þannig að þetta er ekki ná gott. Drótning H5. Hótum máta F7 þetta, G6, drótning H6. Þetta er svona aggressiv leið hjá hvítum. Hvítur setti sig ekkert við að þurfa að vera eitthvað passífur sem er alveg almennt ágætt strategía. Og svartur á erfitt með að hrókera þetta. Og drótning D7. Og já, hér er 4 leikir sem góð að greina. Það svo rittari D2, ég held að þetta hafi verið skákin, A6 upprápunumerki. Og er þetta ekki gott. Hann kom biskuparið og vikt á C2. Sjáum það hérna, D3, vorum að leika hróku D8 eða langrókera. Það er ansið stert frípeð og við erum ekki einu sinni peð undir. Þannig að biskup A4, F6 og rittari B6 og löngrókun. Þetta er svona það er skemmtileg stað verið að segja. Hrókur 1-1. Rittar A5. Þá er ekki gott að drepa D4. Það er alltaf þessi veikleiki hérna á C2, drótning F5. Rittar 1-1. Svona skemmtilegu leikur. Hrókur A1, þá drótning E4 upprópunumerki og þetta er líklega bara búið spil. Sjáum það hérna.
skemmtilegu variantur mát. Þetta er svona til gamans. Dron K3 hrókur D1, takk fyrir. Og þetta lítur ekki nú vel út á hvítan sko. Væga sagt illa. Rittar E1 er mjög skemmtilegu leikur. Bakka hérna aðeins. Þannig að B4 reiturinn oft aldrei veikur eftir að drum og B3. Biskup D2 er hann leikur sem er nú virka eðlilegri að klára liðskipan. Tengja hrókana. D3 er athyglisverður leikur. Að reyna að rústa peðastöðunni á hvítum. Hvítur er að vísu peði yfir. Biskupar og þetta er nokkuð líflegt sko. Það er að halda að svartu væri með fínt spil hérna. Út á móti upp á D3 og erum náttúrulega með biskupana. Svona baka eins. Drónin G7 er ekki sennilega vafasamt. Kemur löngkrókun. Nú er þetta með rittara og hótar hann einhvern skiptamun. Það kemur biskup F6 og kalli í hafið á F7. Drottning drifur. Hrókur HF8 er upprópunarmerki. Það má ekki drepa á H7. Kemur þetta F4. Hótum á G5. Nú H4. Drónin D5. Það teflið sér svona taldi sjálft sko. Og niður á D2. Skulum baka. Þetta er svona það er eins og pittur í þessu þarna fyrir hvítan sko. Nú rittar F3 önnu tilraun. Það bara drepið á F3 og dróning F5. Sjáum hvað þetta er rosalega veikt. Rittar E5 að koma. Sem er erfið hótun. Hrókur E8, 2 upprópunarmerki. Og þetta er búið. Hótum á G4 eða G5. Þannig að drónin G7 er ekki gott. Það er alveg ljóst. Nú rittar F3 A6, rittar E5 C3. Nú drónin G7 er ekki gott út af biskup F6. Löngkrókun. Já, þetta er allt í lagi á svartan sko. C3, D3, stert frípeð. Skulum baka. Hrókur einar 1. Þá var A6 bestur. Biskup upp í C6 til dæmis. Það er alltaf löngkrókun. Rittar E5. Já, hvíti getur reynt eitthvað svona. En við eigum alltaf dróning D6. Það er bara þráleik, það er spurning. Þetta er alltaf ekki verra á svartan. Baka aðeins. Biskup A4, þá kemur dróning F5. Sterkur dróningaleikur. Dróning G7, löngkrókun. Hrókur G1, DG8.
svolítið vekur á G2 mér sko. Sjáum það hérna. Biskop E5 skemmtilegt línurof. Þetta er einhver langlóku lína hérna sem þeir rakst á. Þetta er bara svona sýning hvernig það getur helst, en já. Eitthvað með svona og síðan rókurna frá G2 náttúrulega. Þetta var alltaf langt náttúrulega. En þetta er alltaf hvassa stöður, það er spurning hvað er að gerast í þessu. Það er D2 er talið vafasamur út af A6 og löngrókun. Þannig að það er spurning, er þetta eitthvað nýtt? Þetta er D5, þetta verðist alveg vera stór skemmtileg lína. Já, við erum búin að fara yfir allt, en dróning D7, það er leikileikurinn og svona boltinn er svolítið á hvítum hérna, hvernig ætlar hann að bregðast við. Svartur getur verið með dróningu F5 og langrákjara. Eins er þessi A6 ummynd og þetta er B6 í mörgum stöðum. En þetta var bara svona sína þróun í byrjunni, þetta er eitthvað hann nýjasta nýtt í þessu. Getur gaman fyrir skákmenn að prófa þetta svart. Takk fyrir.